svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitarfélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Handverk telst vera sú framleiðsla sem fer fram í höndunum eða með hjálp einfaldra verkfæra. Handverk var í raun notað allt þar til fjöldaframleiðsla varð daglegt brauð. Í dag telst handverk líklega fremur til listsköpunar, auk þess sem fjölmargir vinna handverk í frístundum. Handverk gegnir einnig að margra mati veigamiklu hlutverki í verndun sögu þjóða. Á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar má svo sannarlega finna fjölbreytt handverk. Gífurlega fjölbreytt. Við erum að tala keramik, við erum að tala horn og bein og eldsmíði, við erum að tala það er verið að vinna í textíl, endalaust, fatahönnun er náttúrulega orðin rosa vinsæl. Þetta er mjög fjölbreytt á þessu svæði. Og þið finnið fyrir það á hverju ári ef ég man rétt að það komi tískubólur í handverkið eins og annað? Já, að sjálfsögðu. Einu sinni var það gler og þæfing og fatnaður og skart. Skart er búið að vera mjög vinsælt undanfarið. En það sem við tökum líka eftir núna, það er að þetta er að vera svo vandað. Fólk er að leggja gífurlega mikið upp úr því að vinna vandaða hluti. Vandað handverk gerir það líklega verkum að eftirspurnin eykst og þar af leiðandi framboðið og sölustöðum fjölgar. Gallerí Beita er lítið handverksgallerí í svokölluðu villahúsi á Þórshöfn. Og það hefur aldrei þjóðnaninn mörg tilgangi heldur bara að vera beitiskúr. En svo fengum við þessa gölnu hugmynd að við þyrftum að opna hérna gallerí. Þannig að það var ekkert annað en að fá húsnæði að láni og við ruslum til hérna nokkur sjómönnum og færum hérna aðeins yfir og opnum gallerí. Og þeir eru bara þarna hinum megin að beita? Þeir eru bara hérna hinum megin að beita. Já. Þetta er náttúrulega bara ýmiss konar handverk. Þetta er svona mest af prjónavörum og þetta eru mikið til konur sem eru að prjóna þetta og hafa tíma kannski til að sitja svona aðeins yfir eldri konur. Já. En svo er þetta bara ýmsir aðilar og það þetta er gaman hvað við poppa upp fólk sem vissi ekki að vera að gera neitt. Nei, nákvæmlega. Sem hafa svo komið með, ég veit ekkert hvort einhver vill kaupa. Þannig að við erum að selja bara allskyns vörur. Það eru prjónavörur og Þetta er svona svo gamli þjóðbúningur. Já, þessi er mjög þjóðleg. Maður er alveg, þetta er hreindýrshorn hérna og skúfur og svo eru nokkar svona sem eru með söðalegg. Já. Og svo er þetta náttúrulega alveg gasalega þjóðlegt. Þetta er mjög þjóðlegt. Þetta er bjórvætlingurinn. Já. Og þetta er eina sem, já, hann er búinn að seljast, þetta er eina sem við eigum eftir hann er búinn að seljast mjög vel í sumar. Og hérna voruð þið með par, sá ég, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Já. En þessi ég er eiginlega að spyrja til þennan. Já, þess að við fengum þannig bara daginn, það er slutt síðan og þetta er svona, hann er svolítið fornaldarlegur að manni finnst sko, hann er algjörðu kyrtill. Nákvæmlega. Þannig að ég kann nú svo sem ekki mikið meira að segja frá honum. Nei, en myndirnar? Myndirnar eru leir og rekavör, þetta er rekavör Langanessinu, ormjöntinn og fallegur. Það er alveg ótrúlega mikið af rekavör á svæðinu. Já, það er mjög mikið. Já. Og hún Hrafngerður gerir þetta og hún nýtir mikið rekavinn á Langanessinu. Hugmyndin er að gera vinnuaðstöðu. Já. Og kannski, stækka búðina. Þannig að það verður kannski bara búið uppi líka í framtíðinni? Vonandi. Hvenær? Er komið tímaplan? Nei, ekki tímaplan. Það borgar sig ekki. Nei. Og ég datt nú aðeins tvær bækur því það er nú, þó þetta séu mest konur, þá er þetta líka kallar Páll Jónasson. Já. Það þekkja nú margir hann úr Írlustad, minnst að kosti svolítið á vísnagátuna á Rástöðu. Þegar harmónikan byrjar að hljóma klukkan 8, þá er óttir að lesa upp úr gátunum hans Palla. Já. Og svo sett hann gerði mér hann ólík, hann setti svona viðbót inn í bókina. Já. Sem er nýtt og það er ekki svöruð við. Ég veit. Kvikindisskapur. Ég veit. Þetta er ekkert nema kvikindisskapur. Þannig að ég búin að vera svolítið að velta sem maður búin að lesa þetta aðeins í sumar og
Já, þær eru ekkert allar voðalega auðvitað. Og það var skemmtilegt að kíkja í þessa, fuglalimrur. Hún er virkilega skemmtileg. Bara ljóðabók Já, fugla. Þetta er ábygglega að ég held eina sem ég veit sem er eingöngu fugla. Já. Allavega sem eru fuglalimrur, ég veit svo sem ekki. Ég var að lesa eina hérna. Ein hérna heitir Hænuhaus. Topphæna í tilvist að vanda, í taktleysi reynir að standa, sína topphænu vakt í topphænu drakt og gaggið og vaggið að vanda. Já. Þetta er alveg snildar limrur hjá honum. Þetta er örugglega hægt að liggja aðeins yfir þessu. En svo er þín hönnun, svo við tölum nú eins hana. Já, ég sem sagt hérna er að einbytta mig svolítið að heimabyggðinni og minjagripum og vinn svolítið mikið úr Langanessinu. Það liggur svolítið vel við höggi. Það er skemmtilegt til laginu. Þannig að fyrsti svona hluturinn var Langanessu upptakarinn. Liggur svona svolítið vel í smell upp fjórnum eða flöskunum. Svolítið eins og núi alls samt. Svolítið eins og núi alls samt. En hérna, og semst hausinn er svo hérna inn á þýstil hluti. Það er semst klettur á Rauðanessinu. Já, nákvæmlega. Flottur sem heitir gatastakkur. Þannig að ég er að vinna semst bæði með það. En svo er semst þessir hérna, þessi kökuplatti sem er semst kertastakki og kökuplatti. Og svo aftur svona hár. Sagt, og þetta er alltaf með Langanessuna. Já. Og svo færði ég mig í sumar og gerði þessar Langanesrósir. Þá er búið að raða Langanessunu bara í hring. Það er náttúrulega alveg mögnuð hugmynd. Þetta allavega já, þetta hefur allavega selst mjög vel, virkilega. Og hún sagar þetta, skerið allt í leysir í hönnunarsmiðjunni Húsavík. Þannig að þetta er svona, maður getur sagt, þetta er alveg mikið heimabyggð og hægtir. Ég vil hafa þetta þannig. Við erum með svolítið að tölum. Já. Það er svolítið skemmtilegar hérna sem sagt. Úr ærhornum og kýrhornum. Já, hérna eru tölur úr birki, íslensku birki. Það hérna er að koma mjög vel út. Já. Hérna eru völubein, hreindishorn, kýrhorn og ærhorn. Þetta er svolítið að sjálfsögðu svolítið svæðisbundið með hvað efni við hefur að vinna og hérna en við erum náttúrulega íslenska ullin og hérna hún er gífurlega vinsæl og svo vera að vinna með þessi gömlu íslensku munstur. Það er svona heilt yfir landið og svo líka bara með þetta úr íslensku sauðkindin að vinna með horn og bein og annað. Ein þeirra sem nýtir bein í sínum verkum er Ósk Helgadóttir en hún ásamt fleiri handverkskonum eru með vinnustofu í Fnjóskadal. Hérna er lagerinn okkar. Já. Og hér þetta er svona gullakista. Hér höfum við kýrhorn til dæmis. Kýrhorn og hér er hrútshornin. Lambhrútshorn. Þetta er með brennimarkinu. Nes. Og eru þetta aðalhráefni sem þú notar? Já, við erum náttúrulega með ýmislegt, sko. Þessi er reyndar dálítið geggjaður. Já, þessi er geggjaður. Hvað fyrstu þennan? Þessi kom austan landi. Náttúrulega eru bara hreindýr þar, ég fæ stundum sendingar. Og þessi er náttúrulega bara magnaður. Ég held að þetta sé breytalingur mér að segja. Já, ég held ég sjáu þá. Já, það ekki. Svipnum honum. Hann er þannig á svipinn, ég segja. En hvar færðu eiginlega allan efni við þig? Ég fæ hann bara hjá bændum. Þeir ef hann verið duglegir að koma með og hérna láta mig vita ef það fellur eitthvað til. Þessi hérna hann hékk til dæmis á hurðinni hjá mér daginn. Allur bókin? Allur bókin. Og ég er nýbúin að komast að hvað hann kom. Nú, já. Það hefur bara verið einhver í... Það var bara hérna kona í sveitinni sem sendi mér þetta. Hún að verka þetta fyrir mig og sjóða þetta og gera þetta fínt. Og hvað tekur svo við? Þegar við erum búnar í grófvinnslunni, þá komum við hér, setjumst hér inn yfir borðið og hérna fórum ég að pússa. Það er gríðarlega mikið handpúss, en samt kannski ekki eins mikið eins og var þegar við lærðum þetta, því við vorum fljótar að kaupa okkur vélar og gera þetta nútímavæða þetta. Þannig að þið lærðu, þegar þið voruð að læra þetta, þá var... Já, þá lærðum við meira handverkið. Eins og það var hér áður fyrr? Já. Og þá var þetta bara púss. Púss, endalaust. Við nennum því náttúrulega ekki. Nei. Og þannig að þið keyptu allar vélarnar? Keyptum vélarnar og bara byrjuðum. Og hvernig var hugmyndavinnan? Á hverju byrjuðu þið? Hvað ætluðu þið að gera fyrst og hvernig hefur þetta þróast? Já, það er nú svo skemmtilegt með það að maður kannski leggur upp með
að fara að gera eitthvað ákveðið og svo það bara eitthvað allt annað þegar upp staðið. Það svo skemmtilegt. Þannig að hún kannski byrjar að gera tölur og það enda sem eyrnalokkar eða að þú sér að það svo skemmtilegt efnið í þinn. Já, þannig að þú veist ekki einu sinni þegar þú ert að vinna það? Nei, ég kannski ætla að gera eitthvað en svo bara verður það eitthvað annað. Hvort þetta að tala eða eyrnalokkur? Já. Ósk í félagsskap sem kallast handverkskonur milli heiða, en í honum handverksfólk í Þingeyjarsveit sem selur vörur sínar á Fosshóli við Goðafoss. Ég segi að það sé fyrsta skref að sameiningu Þingeyjarsveitar. Já. Konurnar sameinuðust. Og það bara búið að vera gríðarlegur gangur í þessum konum. Þetta hrindisólnið. Það mjög gaman að vinna úr því nema það svolítið hart. Það svolítið, stundum svolítið seinlegt. Þannig að vörurnar sem þú ert að gera úr því þetta eru sköft á... Þetta eru sköft. Þetta til dæmis salatáhöld. Þetta kökusett. Ostahnífur og tertuspaði. Kertaslökkvari. Já. Ostahnífur hér og svo hér eyrnalokkar. Hálsmenn. Úr. Þetta hrindisólni. Nálhús hérna. Eins og mann geima náttúrulega nálarnar sínar í. En þessi hér? Þetta spónn. Eins og menn borðuðu mig í gamla daga. Og þetta rauninni bara, getur eiginlega ekkert notað mikið annað en bara gamla handverkið þetta. Já. Þetta fer í, við sem byrjum á því að saga hornið og móta hann og pússa. Það mikið verk á svona spenni. Og hérna leggurinn sem står á hreindýrinu, þannig það býsna mikið hægt að nýta. Og hérna svona brennimark. Já, með brennimarkinu? Með brennimarkinu. Það mjög gaman að gefa það. Ef einhverjum með skammstöfunina STS. Já, gefið hans fram. Gefið hans fram. Og svo skartgripirnir náttúrulega. Já, svo gerum við þá. Það tölur að vinna í því. Eyrnalokkar úr ærhorni og hálsminn. Þessi finnst mér alveg bara ótrúlega gæðileg. Já, þetta mínir upp á hals. Það? Já. Bara... Og svo þetta hráefni hérna. Þetta eiginlega eitthvað sem maður fær ekki lengur, þannig ég svolítið níska á að gera úr þessu. Þetta bara gullið þitt? Þetta gullið mitt. Búrhvalstönn? Búrhvalstönn, já. Og þessi litla. Sem að þú bara færð þetta ekkert í dag. Nei. Og þetta það sem gert úr handverki sem gert úr já, til dæmis. Búrhvalstönninni. Til dæmis. Þetta aldeilis dásamlegt. Gaman að fá að koma í heimsókn til þín og fræðast þetta allt saman. Gangi bara vel. Gaman að fá ykkur. Næst leikur leiðin á lítið kaffihús á Raufarhöfn sem kallast Kaffi Ljósfang, en það reyndar aðalega opið yfir sumartíman. Á staðnum hægt að fá sér kaffi og með því, en þar að auki hægt að skoða og versla handverk frá heimafólki. Góð daginn! Góð daginn! Hvað segir þið hér? Við séum bara ljómandi fínt hér. Takk fyrir að opna fyrir okkur. Þið eru alltaf búin að loka hérna í Galleri Ljósfang. Já, það komin svo ástími að við erum búin að missa starfsfólkið í burtu. Þeir fara í skóla. Það eru krakkarnir sem við höfum hérna í vinnu á sumrin. Og þurfum að loka hérna svona upp úr miðjum ágúst. Já. Vildum gjarnan vilja hafa opið lengur en bara því miður, svona staðan. Segðu okkur aðeins frá Galleri Ljósfang. Við erum eiginlega á gamalli bensínstöð eða það nú bensínstöðin þá greinlega? Já. N1 náttúrulega með sína aðstöðu hérna og áhúsnaði hérna sem við höfum afnot af. Og þetta var stofnað 2005, í nóvember 2005, svona félagsskapur, svona hugmyndi var nú að fá fólk út úr húsi og hittast og frá sjónvarpinu? Já, einmitt, frá sjónvarpinu. Og svo leiðir bara eitt á öðru. Þá var nú hugmyndin af heimskautsgerðinu farin að svona koma smá sín á það og við erum kallar á fund. Þetta var nú 7 aðilar sem voru aðilar að þessu félagi og þar breyttu svo hugmynd að við myndum taka okkur hanna og framleiða minjagrippi fyrir heimskautsgerðið og það tók allir vel í það og jákvæður og bjartsýnir með það
Okkur langaði svo líka að opna kaffihús því að á þessum tímapunkti, svona rúm ári seinna, þá lokaði svo sem að rak bensínstöðina hérna. Okkur fannst nú ekki alveg, bara samfélagsins vegna að væri nú ekki aðstæða hérna fyrir ferðafólk að komast á salerni og annað sem náttúrulega bara lágmarks þjónusta, þannig að við fórum í það og fengum þá þessi aðstöðu. Þetta nú 5. sumari sem við erum með opið hérna núna, opnum við yfirleitt í kringu sjómannadaginn og við höfum opið líka hérna á haustin stundum kringum hrútadaginn eða eru þá með aðstöðu bara upp í Faxahöll. Höfum einnig opið á aðventunni, höfum verið með svona bókakynningar hérna, upplestra, höfundar hafa komið og lesið upp hérna á aðventunni. Þannig að þetta líka svona félagsmiðstöð fyrir fólki á staðnum, ekki bara ferðamenn? Já, þetta líka fyrir okkur, það ekki spurning. Varðandi reksturinn hérna, þá erum við svona alveg 3 en það fleiri konur sem eru í félaginu, en það náttúrulega fækkar í þeim eftir sem að fólksfækkunin náttúrulega átt sér stað hérna. Þannig að það bara lýsandi dæmi með það segir sér sjálft. En þetta ekkert aðalstarfið, hvað ertu að gera annað? Ég vinn hjá Norðurþingi á Sparisjóðnum í 50% stöðu. Já. Og hvernig nýtur lífsins hérna? Það bara hvað ekki betra að vera, heldur hér, segi ég. Hvers vegna? Bara gott að búa hérna. Mjög gott að ala upp börn hérna og ég þorpari, alveg fram í fingurgóma og nýtt þess að hafa svona náttúruna við hendina og bara gott að búa á svona stað í litlu þorpi. Mér finnst það. Alin upp hérna, fætt og alin upp hérna og hitt heillar mig ekki. Mér finnst mjög gaman að fara í borgir og ferðast og ekkert skemmtilega að gera heldur en að ferðast út heiminn og allt það en hér bara gott að vera. Það ekkert grænna hinum megin, sko. Nei. Það bara mjög grænt í garðinni hjá mér, segi ég. Dyngjuna listhús má finna við fjallsrætur Kerlingar í landi Fífilbrekku í Eyjafjarðarsveit. Þar finnum við Guðrúnu H. Bjarnadóttur eða Höddu eins og hún nú oftast kölluð. Hadda handverkskona og leggur mikla áherslu á að nýta til sköpunar ýmislegt sem fellur til í nágrenninu. Hérna í Eyjafjarðarsveit náttúrulega ótrúlega mikið handverk og þú ert sko svo sannarlega ekki nein undantekning þar á. Nei. Hvers vegna heldur þetta sé? Þetta í vatninu hérna í firðinum? Já, það getur verið að sé í vatninu. En hérna, sko, já, það náttúrulega í Eyjafirði þá náttúrulega gömul handverkshefð þannig að eyfirskar spunakonur fengu verðlaun fyrir að vera svona duglegar að spinna. Og það til fullt af sundum hérna á söfnum sem að sýna þennan ofsalega fína spuna sem að það sett upp í vefstólum og óvu. Það ótrúlegt að það skulle hafa verið hægt að gera svoleiðis fínt. Að konur og svo náttúrulega allar íslenska konur hafa náttúrulega auðvitað einhvern tíma verið flinkar í handverki. En svo náttúrulega handverkshátíðin hérna þannig að þessna hefur kannski líka þetta nafn tengst við Eyjafjörð. Já. Hún gerði þetta mjög mikið. Já, ég held það. En af hverju ég með handverk, það einhvern veginn bara, ég hef alltaf haft áhuga á handverkinu. Segðu okkur nú frá þessum húsum fyrst við sjáum þau nú hérna. Þessi hús hérna, þetta svarta hús fyrsta húsi sem var byggt hérna og það hérna, við vorum að tala að við ætlum að byggja stórt hús og það 300 fermetrar. En svo einhvern veginn dróst það og fólk var að spurja þegar það sá svarta húsið að það hefði haldið að ég ætlaði að vera með 300 fermetra en það einhvað 3 fermetra eitthvað. En svo vildi ég fá rennibraut í brekkuna og leiktæki hérna en Helgi ekkert endilega að gera það sem að þú biður hann Þannig að hann gerði rennibraut á móti brekkunni. En þá þurfti hann að fara upp á aðra hæð. Auðvitað. Þannig að það turnin
og svo heimilið hérna náttúrulega á, við vorum nú að tala þetta náttúrulega töfrum líkast að vera náttúrulega leikt Þetta unaðslegt að vera hérna. Þetta er alltaf svona. Það eins og þegar þú ert inn í stofu og það horfum ég bara út og með svona tækið og skipta alltaf stöð. Það er alltaf nýtt útsýni. Það er bara stórkostlegt. Það hlýtur að skipta máli í allir sköpun, umhverfið. Það er bara yndislegt. Maður sér það bara strax að þú ert að nýta það sem er í náttúrunni og endurnýta. Já, stólarnir hérna inni, það eru afgangurinn af steypunni og svo eru veggirnir hérna og húsin sem Helgi gerði og húsgögnir sem hérna úti við íbúðarhúsið og fyrir utan hérna vinnustofan, það er allt afgangur frá húsinu. Og vegna þess að það var nú ekki allir voru ánægðir með allt þetta timbur sem var hérna og ég gat ekki byggt úr því nú hratt, þannig að þá var þessi gámur sem er þannig, ég fékk hann og hann er tyrtur og lítur út svona eins og torfbær sem kom mjög vel út hjá þeim. Þetta er örugglega með flottari gámum landsins. Ég held það, ég er mjög ánægð með hann, ég er ekkert sem að mér finnst hann algjörlega frábær. En þess að þú býrð hérna og svo er vinnustofaðin hérna inni. Þetta hlýtur náttúrulega að vera hreiðrið þitt, að vera hér. Já, þetta er hreiðrið, já. Einhvern tíma meiri sem ég dreymdi eins og eftir ég kom með þetta hús, að það var amma sem að sagði að henni þætti fallegt hreiðrið mitt. Þetta er einmitt þetta nafn sem hún segir, þá meint hún þetta litla hérna. Og mér fannst það vola fallegt. En hérna inni, þar aðhefstu nú ansi margt. Hvað ertu að gera inni? Ég er nú svolítið í öllu, sko. Þannig að vefa? Ég er að vefa og ég er að mála og svona sitta hvoru, gjör það svo vel. Ég í rauninni er kannski, það má segja það, ég sé handverks eða heimilisiðnar manneska í grunninn, þetta með að vinna í höndunum í nytjaminni, sko, það er að gera eitthvað sem maður nýtir svo og er skapandi, en svo finnst mér líka skemmtilegt að mála. Það er náttúrulega ótrúlega fjölbreytt handverk sem þú ert að gera og við lítum aðeins á til dæmis dúkana hérna. Þetta er frá sýningu sem ég og Anna Sigríðs Hróðmarsdóttir, við höfum unnið mikið sýningar saman og þessi sýning hét Gjafir móðurinnar og þá meintum við gjafirnar sem hinn stóra móðir eða móðurjörð er að gefa okkur á þess að við endilega tökum við þeim. Þannig að þetta er greinar úr hérna viðjunni hérna fyrir utan og þegar við klippum hekkið og svolítið hendum við því en þarna nota ég það í vefna. Þetta hérna, þessir snagar eru herðatrén frá þvotta hérna, þú setur fötin þín hrinsun. Já. Og þá yfirleitt, þá getur ekki skila þeim og sumir henda þessum herðatrjám. Þannig að þetta snagarnir eru herðatrén en spýtan er gamla hliðið hérna niður frá sem var að smiðirnir töldu ónýtt og átt að henda og mér finnst þetta bara svo fallegt. Það er svo fallegu liturinn í timbrun. Og þetta eru eins og þetta hérna, þetta er kartöfluteinar þannig að þegar þú ert búin að baka kökuna eða þarft að vita hvort kartöflan sé soðin og það er allt annað að sjóða kartöflur þegar maður á svona. Er það? Já, með það er svo gaman. Það virkar alveg. Já. Svo þetta bara nælur svona í svona peysu og það kemur út frá kartöfluteinunum. En þetta hérna, ég veit ekki hvort þú veist hvað þetta er. Nei. Þetta er svona krókur til þess að þú ert að spinna á rokk til að taka bandið í gegn. Og svo gerði ég þetta svona eins og kind, þannig að sér það ekki, þetta er kindhaus. Þú ert náttúrulega greinilega mjög hrifin af vírunum. Já. Og nýta hérna í krukku. Þú veist að segja að þessi væri... Þetta er hálmurinn. Þetta er rúgurinn frá hérna Guðmundarholtssyli. Og þessi litla hérna er bara, þetta er hérna byggið. En rúrin getur ofið með allri lengjunni eins og þú gerir þessar körfur eins og þetta hérna. Og þetta fléttar maður rúginn og gerir körfur úr. Og þetta gera allar kornþjóðir í heimi nema Íslendingar. Við höfum náttúrulega ekki verið með svo mikla kornrækt svo lengi en ég er alveg viss um að við gerðum þetta hérna þegar Akurinn var á Akureyrinni. En þetta er fallegt og þeir kalla þetta Svíarnir gullbóndas eða bóndans gull því að þetta glittir svo á þetta í sólinni og þetta ég er búin að eiga svona dúk í 20 ára og hann er búin að vera meira minn á borðinu, hann er ennþá allt í lagi þannig að þetta er ekkit ónýtt hráefni. Nei, nákvæmlega. Og þú ert að halda námskeið? Já, eins og í litla húsinu hérna á móti
þar byrja ég tófunarnámskeiðin vegna þess að þar myrkur og við erum bara með kerti og kamínuna og það svona tengist því eins og var þegar við spunnum á snældu. Svo þau förum við inn í nútíma, þá komum við hingað inn og spunnum á rock. En svona að lokum, hversu miklu máli skiptir handverk þessa þjóð að þínu mati? Sko, Halldóra Bjarnadóttir, hún vildi meina að ef við gleymdum handverkinu okkar eða heimilisiðnaðinum, þá týndum við sálinni. Og ég held að það sé alveg rétt. Ég held að ef að þjóð ekki með lifandi menningu sem að hún sjálf viðheldur, þá held ég að sálin týnist. Næsta fimmtudag ætlum við að halda áfram að flakka svæðið frá Siglufirði til Bakkafjarðar og ætlum þá að kynnast menntun á svæðinu. Á flakki alla fimmtudaga klukkan 18:30 hér á N4.